Góðan daginn. Nú erum við stödd inn í fókalskjalakerfinu og við ætlum að skoða hvernig við getum stillt ýmislegt fyrir okkur sjálf inn í kerfinu. Við förum þá inn í mínar stillingar, þar sem að myndin af kallinum er. Og hér inni eru nokkrir flipar, meðal annars sjálfgefinn aðgangur, ýmislegt varðandi viðmótið, varðandi undirskriftir sem koma í tölvupósti og nú er hægt að vera með sömu undirskrift sem þú notar ef þú býtur póst í inboxinu sem og í skjalakerfinu. Hérna höfum við ýmsar stillingar sem að bara vert að fara yfir og skoða og síðan hvernig vistun og póstgrunni á sér stað og meðal annars að þá er hægt að biðja að skjölum sé hent eftir að búin að vistast yfir eða ekki. En við skulum fara í viðmótið. Hér sjáum við að ýmsu tegundir skjala. Hér hef ég til dæmis valið að hafa ekki símbréf hjá mér, ekki dreifibréf og orðsendingu og svo framvegis, en þetta er bara gert ósköp einfaldlega þannig að það er bara hakað eða afhakað. Hér sjáum við tegunda viðskiptavinum, hér sjáum við tegunda verkefnum og hérna eru yfirflokkar og undirflokkar ef maður ætlar að nota öll sjónarhorn kerfisins. Mín sjónarhorn er eina af þessum nýjungum sem er skemmtilegt að segja frá, en hér getum við í fyrsta lagi valið sjónarhorn sem að við viljum hafa fyrir okkur. Það er að segja, ef að ég vil sérstaklega hafa eitthvað sjónarhorn sem ég ætla eina að nota, þá myndi ég velja þá í þessum lista hér. Hér ætla ég að velja til dæmis viðskiptavini sem þýðir það að ég fæ sjónarhorn þar sem að ég sé alla viðskiptavini og alla tengiliði án samskipta. En svo geti verið að það væri búið að setja upp fyrir fyrirtækið hópa sjónarhorna sem hægt að nota fyrir mismunandi hópa innan fyrirtækisins. Þá væru þeir valdir hér. Og síðan getum við líka ákveðið hvaða sjónarhorn á að vera sjálfgefið, á alltaf að koma fyrst upp af því það er sjónarhornin sem við notum mest. Þannig að það er þá gert hér. Og síðan langar mig að vekja athygli á því að við sjáum það trúlega inn í öllum skjölum og verkefnisskjölum innan kerfisins að þá er hægt að smella íkon fyrir Word, fyrir Excel, fyrir PowerPoint og hér myndum við setja inn slík sniðmát ef að við höfum áhuga á því að vera með sniðmát fyrir Word, Excel eða PowerPoint eða hreinlega að vera bara með tónskjöl eins og ég er til dæmis með hérna, bara sem flýtileið ef mann vantar að vinna með Office-skjöl inn í skjölum skjalakerfisins. Þá er bara að segja vist og loka og þá segir hún manni að maður verður að fara út úr kerfinu og inn í það aftur til þess að breytingarnar komi í ljós. Og það skulum við bara gera, þannig að ég fer aftur hérna inn og þá skulum við sjá að ég datt fyrst inn í þetta sjónarhorn sem ég valdi að vera sjónarhornin sem kom fyrst upp sem og að hér er viðskiptavina sjónarhornin komið undir valin sjónarhorn, mín sjónarhorn. Hér eru sjónarhorn sem núna koma bara með kerfinu þegar þau settu þó að það sé hægt að láta breyta því fyrir hvert og eitt fyrirtæki. En ef ég vil komast inn í öll sjónarhorn eins og þau voru áður í fyrri útgáfum, þá eru þau hér og hér sjáum við yfirflokkana og síðan mismunandi sjónarhorn undir hverjum flokk fyrir sig. En þá er ég búin að fara yfir flest það sem skiptir máli í notenda uppsetningu sem er hérna undir mínar stillingar.